Þá erum við hér í Bakkastofu, í tónstofunni hans Valgeirs og við erum að spá í þorrann og góuna sem haldast hönd í hönd. Í dag hið minnsta, því að þorraþræll var í gær og nú er góan að hefjast í dag og eins og venjulega þá er góan samhliða konudeginum eins og upphaf þorra samhliða bóndadeginum. En þegar við fórum að skyggnast inn og ég að skyggnast inn í þessi tímabil og þessar hefðir að þá þetta vissi ég og fann að þorri er karlmannsnafn og góa er kvenmannsnafn en svo vissi ég ekki svo miklu meira. En ég fann fljótt út með lestri að góan er sögður að dóttir þorra en einhvers staðar líka skráð að hún gæti verið konan hans þorra. En hið minnsta þá erum við þarna með 2 tákn. Við erum með tákn karlmennskunnar í þorranum, þar sem að kuldi vetrar er sem harðastur og svo koma hinn kvenlegu gildi góunar þegar við byrjum að greina sólarlagið mjúka í himninum, loksins sólin að rísa í fjarska úr sæ og hún er mjúk og hún yljar, hún góa. Þetta eru svolítið skemmtilegar hugleiðingar og líka þetta með kvenímyndina hennar góu því að mýktin, hún hefur nú yfirleitt verið einkennandi fyrir kvenþjóðina meðan að harkan hefur verið einkennandi fyrir karlmennskuna. En síðan er það þessi 2 orð sem að fylgja þessum 2 tímabilum og það er þegar að þorri kveður kallast það þorraþræll sem þýðir það deginum fyrir góu þá kveður þorri. En hvaðan kemur þetta hugtak þorraþræll? Sagt er að þorraþræll vísi til piparsveina eða karlmanna sem hafa átt börn utan hjónabands. Nú eigum við nokkrar vikur framundan í góu, en þegar góu lýkur, þá er það góu þræll og skyldi það parast við hugtakið þorraþræll? Jú, það hefur verið sagt að góu þræll sé einmitt með tilvísun í konur sem eignast hafa börn utan hjónabands, ekki ósvipað og í þorraþræli. En við skulum aðeins reyna að tengja þetta litla fororð mitt, eða þessi fororð, og fá í stólinn til okkar fólk sem að er hér á Eyrarbakka og er samstarfsfólk Bakkastofu. Þetta er þetta listafólk og hugvitsfólk. Það er hún Hulda Ólafsdóttir, leikritaskáld með meiru, leikstjóri og bara kona sem er yngri lík. Og svo er það hann Þór Stefánsson, ljóðskáld, sem hefur komið hingað fram áður og verið með okkur. Og hann mun örugglega luma á einhverjum ljóðum til að lesa fyrir okkur. Nú erum við komin með þau yndislegu hjón í sætinu hjá mér, þannig að Huldu Ólafsdóttur og Þór Stefánsson. Og ég ætla að byrja því, Hulda, að óska þér til hamingju með konudaginn. Ó já, og þakka fyrir sömuleiðis, frú Ásta. Heyrðu, þetta hefur farið vel saman í gegnum árin, góan og konudagurinn. Já, það ekki. Hefur þú svona einhvern veginn tekið góuna og konudaginn alvarlega? Nei, ekki konudaginn eitt sérstaklega alvarlega. En góan auðvitað, ég alltaf fagna henni mikið. Mér hef alltaf verið glöð þegar þorra líkur. Já. Það er engin spurning. Því að þá náttúrulega bara þeim meiri birta sem
sem úti, þeim léttari lundin. nákvæmlega. Þannig að hérna, góan alltaf mjög velkomin í mínu lífi. En nú ertu komin að því við erum stödd á Eyrarbakka Já. og nú hafið þið Þór búið hér á 8. ár. Já. Og þið sækið út fyrir borgarmörkin og hér eru við í gömlu merku sjávarplássi Heldur betur. og hafnarsvæði. Já, já. Eyrarbakkahöfnin var þessi stærsta. Já, heldur betur. Og þegar að þú og við tölum að þreyja þorran og góuna, við hvað tengir það? Ég tengi það við bara að halda út. Ég meina, fátækt var svo mikil hérna áður fyrr og lítil föng heima. Þannig að við sjávarsíðuna eins og hér myndi ég halda að það var leið og þeir gátu farið að róa kallarnir eða einhverja konur voru nú kannski með. Já. Og sækja í soðningu að þá hafi sem sagt vænkast hagurinn. Já. En auðvitað á þessum versta ástíma þá gaf ekki á sjó eða það er náttúrulega til einhverja ákveðni dagar sem að byrja þess og hinn hérna, veiðin sko, veiðidagarnir 11. maí þá byrjar eitthvað. Ég man ekki hvernig stendur á þess en ég tengi að þreyja þorran og góuna við að halda út til sjávar og sveita bara með þann forða sem að heimilinu var búinn til matar. Þannig að björgin minnkaði eftir því sem leið á veturinn og ef ekki gaf á sjó eða ef að mikið hafði þurft að gefa heyi til sveita þá var orðið fátt fína drætti í hlöðinni sko. Þannig að menn urðu heilausir og ef ekki gaf til beitar eins og það var náttúrulega var hér áður fyrir alltaf beitt útibeit, fjöðu var látið krafsa úti heilu dagan alltaf. Og hestar. Já, hestarnir gera það nú reyndar enn sko. Finnst bara eðlilegt að skilja það eftir úti. Það voru náttúrulega þessar hlöður voru ekkert sko, einmitt þegar við vorum að tala Mýrdalinn hérna síðast þá var einmitt hann Ólafur sá fyrsti sem gerði svona einhver almennilega hlöðu sko. Já, hugsaði. Og gerði svo margar í Mýrdalinn í framhald af því að hlöðuna voru náttúrulega ekki mjög stóra. Þetta ótrúlega stutt síðan að þessi hlutir tóku breytingu til hins betra. Já, í raun og veru óskup stutt síðan við komum út úr fornöldinu sko. Nákvæmlega. Það má segja það að tæki og tól fór að hjálpa okkur og annað slíkt og túnin að sléttast en auðvitað erum við að tala einhver 100 ár eða það er mjög stuttur tími. Við byrja að sletta tún kannski fyrir í lok 19. aldar eitthvað svoleiðis, er það ekki? Ég myndi halda það en nú Þú ert nú algjör fróðlismóli, ég treysti nú betur á þínu upplýsingar en mína. Já, ég meina þeir fara og sækja sér mentur, kallanir í Múnaðarháskólum í Kaupmannahöfn sérstaklega og koma svo með þúfnabana og byrja að slétta tún. Já, hugsaði. Þannig að þá fara auðvitað aukast heimtur af túnónum og meira í hlöðundar sem að þá fór að byggjast og svo framvegis. Þetta hefur þetta keðjuverkandi áhrif. Að sjálfsögðu. Já, nei, ég. En þarna, að þú myndist áðan á sjómennskuna og hugsanlega einhverja konur. Því nú erum við stödd á Eyrarbakka og hér erum við með okkar menningu og sögu sem að við erum stolt af. Og í næsta þorpi, Stokkseyri, það er Þuríðarbúð. Þuríður formaður, já, þar voru nokkra til og nafnfrægar sko. Já. Og það ekkert langt síðan ég las einmitt að það hafi miklu fleiri konur verið á sjó heldur en við höfum heyrt af sko. Hugsa sér. Þannig að þær vildu þetta margar fá að róa sko. En svo höfum við hérna á Eyrarbakka, hérna við hafið, þá höfum við Helgan Reit sem kallast Gónhóll. Já. Og það er hóllinn sem að sagt var að konur hugsanlega og börn fóru til þess að horfa til sjóferða. En sá nú nokkur slísinn þar í fjöruborðinu, ekki satt? Já, aldeilis, alveg beint fyrir utan. Þegar þeir steittu á skerjum, sjómennirnir og bátum kvoldi. En þetta sem sagt, nú ert þú það vel mönnuð. Við trúum við. Já, þinn eigin maður, Þór Stefánsson,
Já. sem að þarna þið eru nú ansi gott teymi, sko, Já. því að þið eru svo hugsandi og skapandi og ég veit að Þór hefur ort Þorra og hérna eins og Valgeir hefur verið að búið til lög við Þorrakall. Já, já. Þú kannski til í það, Þór, að taka svona kannski smá sýnisortna þinni ljóðmennsku? Já, Þorrann? Ég alveg til í það. Ég hérna gegni þínu kalli og ég með nokkur ljóð Þorrann úr sömu bók og síðast þegar ég las hérna úr sem heitir 2009 og ég les þá núna ég kannski 2 ljóð til að byrja með. Ég ætla áður að byrja, Þór, að þú segir þú sitt að lesa sömu bók og síðast, það er ekki allir sem vissu það. Bókin heitir 2009 og er með 1 ljóð á dag allt árið 2009. Stórkostleg. Og hún kom út í mars 2010. Þetta ætti að vera til á hverju heimili. Algjörlega. En ég fyrst svona smá inngangur sem að heitir Snjórinn. Já. Snjórinn hleður hvítu á svart. Þetta er líklega fyrsti snjórinn. Snjórinn hleður hvítu á svart, hyljast líti og blettir, breiðir yfir skítinn skart, skilur lítið eftir. En svo er ég með hérna ljóð sem heitir Þorrinn. Það er nú aldeilis tilefni til. Og það er aðeins lengra en hitt. Það er svona. Þorrinn er kaldur og þannig á hann að vera. Þá er til skila haldið jafnvæginu í ástíðunum að hefjist á móti hinu heita sumri veturinn búinn frera. Núna er janúar mildur og ekkert að markan, meira en rigningar sumur með Jónsmessu hretum. Svo að við hljótum að æskja þess ef við getum að einkenni frostið á þorranum déskotans harkan. Næst kemur vorið, svo gott og svo milt og svo hlýtt og vorgolan strýkur mönnunum blítt kinnar, með blómum og laufi er allt þá sem orðið nýtt. Sumarið kemur og tjaldar tindrandi sól og tælir fólk út til að njóta nú hlýju sinnar, uns hryssingslegt haustregnið tekur það inn í skjól. Þetta er svona hérna lætum á sér dreyma sumarið þegar Þorrinn er vestur. Já, þú verður að láta því dreyma. Já. Og það er nú kannski með það sem að fólk fer að gera þegar góan er að hefjast. Já, þá fyrir við að láta okkur dreyma. Þá ítur hún undir. En mér langar að spyrja, nú erum við bæði hér, hérna hjónin. Já. Að því við erum að tala veður og hörku og nándina við náttúru. Já, ástand náttúrunnar og baráttuna við náttúruna. Nú hafið þið búið víða, veit ég, að bæði á Íslandi og utan Íslands. Nú er þið á Eyrarbakka og við erum nokkuð tengd náttúrunni hér. Finnið þið mun, hugsanlegan mun, hugsið öðruvísi, tengið þið öðruvísi við náttúru og land, og veður og náttúru búandi hér utan borgarinnar? Já, það finnst mér alveg sko áberandi. Þegar við byrjuðum að koma hingað þá einhvern veginn rjáttlast af manni borgarstressi þegar maður sér niður í byggðina og sveitina hér úr Þrengslónum. Og manni líður hvergi betur heldur en hérna. En stundum er ófært. Það er ekki oft sem er ófært. Það var nú í fyrra, þá held ég að verið 14 sinnum ófært. Er það satt? Já, það hitti fyrra kannski. Þá höfum við verið hérna bara sallaróli í sveitasælunni, sko. Og því að hérna, þú talar sjóin og landi, sko. Hér er sveitasæla en við erum samt við sjávarsíðuna og finnum alveg fyrir sjónum líka sem að sjávarlofti sem að leikur okkur. Það er ansið að maður finnur fyrir því að vetrarlagi líka hversu djúpir tónar hafsins. Hvað segir þú með það? Já, við finnst bara
vera einhverju töfrar hérna í loftinu sko. Þegar mætist himinn og haf svona eins og gerist hér og vindurinn einhvern veginn öðruvísi og lyktin af honum öðruvísi og þetta bara, já fyrir mér þetta bara himnaríki sko hérna að vera hérna á bakkanum sko. Já. Það ekkert flóknar en það og hérna eins og Þór segir á meðan við vorum enn að vinna í bænum og komum bara hingað þá bara lagað manni stressið en leið og við sáum hingað. Það hreinsun. Og svo mikil hreinsun og mér fannst ég hafði bara hvergi séð glitra jafn mikið á eins og bara regndroparnir á grasinu út í garði í öllum litum þegar sólin skein á dagadropana. Mér hafði ég hafði stöku sinnum séð dropa skipta litum í sólarljósi en ekki svona breiðuna eins og hér. Mér fannst þetta stórkostlegt alltaf þegar þetta, og mér finnst það enn auðvitað, en þetta já, við erum bara búin að finna okkar litla himnaríki, sko, það ekkert flókið. Og Eyrarbakki heppinn að fá svona fólk eins og ykkur. Já, það við erum heppin að Eyrarbakki til. Já, en þetta þið eru, það var einhvern veginn sagt, já, þeir eru hvalreki, menningarlegu hvalreki. Já, og svo þetta bara svo yndisleg. En sumir menningar vitar nefnilega ekkert eins yndislegir og þið, sko. Nei, þið eru nefnilega svo gjörsamlega. Erum engir menningar vitar en það líka, hérna okkur hefur alltaf þótt birtan hérna svo sérkennileg. Það líklega landið og sjórinn og himinn og haf sem að Ertu þá að lesa í himinin? Ég veit ekki hvort ég lesi í himinin en hann hefur áhrif á mig og hann höfðar einhvern veginn til mín og með einhverjar ljósa sem við þekkjum ekki annars stað frá. Við þekkjum það náttúrulega bara í einmitt menningarsögunni og sérstaklega hjá málurum að þeir hafa gjarnan hópast saman þar sem í litlum strandbæjum eins og Skaginn þarna Skaginn og Jótlandi, Suður-Fraklandi við Miðjarðarhafið og Ómflög líka Normandí þar sem himinn og haf mætist þar einhverju töfrar. Það rétt. Við sögðum einhvern tíma að vera líka lækning í þessum töfrum. Algjör. En þetta dásamlegt að nú konudagurinn Þór og þú ert búin að vera giftur þessari konu og hún þinn förunautur til langs tíma og ekki að ástæðulausu. Það hljóta að vera einhverju svona tilfinningasemi sem tengir ykkur. Já, algjörlega. Og þarna, ég veit að þú ert þarna með margbreytileika í þínum skáldskap. Já. Það komið víða við. Já, ég hélt það. Og hérna, einmitt oft bara í kundeginum sem margbreytilegur. Mér finnst nú alltaf skemmtilegast það sem að þú með því skemmtilegur allavega litla vísan sem þú gerðir einhvern tímann til mín mannstanna. Ég í fótatak þitt í stíganum. Já, það í annar bók. Já, mannstann ekki. Þá bara tökum við það. Við tökum næsta það bara lítil vísa. Við ætlum að halda áfram. Já, við þurfum ég þarf að koma Eyrarbakka þema líka. Já, það Eyrarbakka þema. Það eftir, já. Nú þið hérna, en það sem ég langar að gera, þú biðja þeim að gera, það að lesa í hérna til Huldu og fyrir Huldu sem konu þína og í leiðinni að fleiri konur njóti. Já. Þá ég með hérna sem heitir Konan mín. Já. Þú ert konan sem ég þekki, þú ert konan sem ég skil, þú ert sú sem bregst mér ekki, þú ert konan sem ég vil. Þínir fingur finna mína, þínir armar líkjum mig, úr augum sé ég elsku skína, ástin fer á hæsta stig. Varir þínar vil ég kissa, vina sem ég ungur fann, frá mér aldrei má ég missa mína konu sem ég ann. Hulda, ég vil meina að þetta sé ekki á hverjum bæ, en þetta eru Laufáshjónin á Eyrarbakka og ég myndi segja þetta, þetta bara undirstrikar þetta sem ég sagði. Þið eru ekki saman að ástæðulausu.
En Valgeir, hann var nú að þarna glugga í bókina Þorrablót á Íslandi og þar fann hann ljóð sem alveg frá 17. öld og ég baði hann að flytja það fyrir ykkur og gerðu þið svo vel og takk fyrir að vera yndisleg. Takk sömuleiðis. Takk fyrir samverustundina. Já, ég rakst á kvæði frá árinu 1744, Kallinn Þorri, og þetta merkis kveðskapur, þetta með innrými og endarými og allt á sínum stað og fjallar það þegar að Þorrin mætir á svæðið. Þorran hvíta seggir sjá, svo að líta fjöllin há. Ærnar síta hólnum hjá, hrossin bíta ekki fá. Nei, hrossin bíta ekki fá. Hann hingað kominn kær, kann að þingum gamal ær. Fylinn stingað falli nær og feiti ringar hrossalær. Og feiti ringar hrossalær. Kalt og lítið utan á beinum, hesta og kinda. Konur alla kveð ég þess, kast á pall og búi sess. Svo má fallef syngið þess, sjálfur kallinn verði hress. Sjálfur kallinn verði hress. Takja á móti honum hver, heitir snót í bænum hér. Blíðu hótin brúkið þér, best að fótum verma ber. Já, best að fótum verma ber. Hafið búna hvílu vel, hressið lúna krik og stél. Mjólkið kún í kráku skél, kætið brún og sinnisþel. Já, kætið brún og sinnisþel. Og svo veit enginn hverju fram horfði þegar svo langt var komið. Hugsið ykkur það.